Góði gestir, innilega velkomin til þessa fjórða fyrirlestrar í fyrirlestrarröð Háskóla Íslands Nýsköpun hagnýtum hugvitið. Fyrirlestrar okkar í dag Hilmar Veigar Pétursson, frumkvöðull og forstjóri tölvuleikjaframleiðandans CCP og nefnist erindi hans skemmtilegu titill frá hugmynd til sýndar heims yfir ráða eins og hér stendur á skjá. Í erindinu mun Hilmar Veigar meðal annars fjalla mikilvægi nýsköpunar fyrir íslenskt samfélag og mun hann í því sambandi beina sjónum að suðupotti nýsköpunar í samstarfi háskóla og atvinnulífs og hvernig tengslin á milli frumkvöðla, fyrirtækja, atvinnulífs og háskóla mynda mikilvæga undirstöðu framfara. Háskólarnir hafa margt fram að færa til þessa samstarfs. Ber þar fyrst að nefna að eitt megin hlutverk háskóla að leita nýrrar þekkingar og í sívaxandi mæli að leita leiða til að hagnýta þekkinguna með markvissum hætti. Háskóli Íslands hefur þá sérstöðu að vera eini breiði alhliða háskólinn á Íslandi og hér eru stundar rannsóknir og boðin framhaldsmenntun á nær öllum sviðum vísinda og fræða. Í þessu felst einstakt tækifæri til samstarfs fræðimanna og nemenda þvert á mörk fræðigreina. Við þetta bætist að Háskóli Íslands hefur byggt upp skipulagt samstarf við allar helstu rannsóknarstofnanir og þekkingafyrirtæki landsins og skólinn þannig lykilaðili í íslensku þekkingarsamfélagi. Það ótalið gríðarlega öflugt alþjóðlegt samstarf sem háskólinn stundar og gerir hann að mikilvægari þekkingarveitu sem beinir nýjum straumum og hugviti inn og út úr landinu. Annað meginhlutverk Háskóla Íslands í tengslanetti frumkvöðla, fyrirtækja og atvinnulífs og að veita nemendum góða menntun. Þetta hlutverk rækir skólinn með því að bjóða grunn- og framhaldsnám í öllum helstu fræðigreinum. En það þarf fleira til og því hefur Háskóli Íslands á síðustu árum lagt vaxandi áherslu á að þjálfa nemendur markvisst í frumkvöðlahugsun og aðferðafræði nýsköpunar. Þá hefur skólinn lagt kapp á að styðja við nýsköpunarstarf nemenda, til dæmis með því að vera bakhjarl gullleggsins, frumkvöðlakeppni Icelandic Startups og áður Innovits, með stuðningi við einstök nemendaverkefni á borð við Team Spark og nú síðast hackathon-keppni nemenda og einnig með því að vera bakhjarl nýsköpunarkeppni grunnskólana svo fáein dæmi séu tekin. Síðast en ekki síst það hlutverk og skylda Háskóla Íslands að veita frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum aðstöðu til að geta blómstrað. Lykilatriði í því sambandi eru vísindagarðar Háskóla Íslands sem nú í örri uppbyggingu hér í Vatnsmýrinni. Eftir tiltölulega langan skulum við segja, meðgöngutíma hafa nokkur öflug þekkingafyrirtæki nú þegar komið sér þar fyrir og fleiri spennandi hluta að vænta í náinni framtíð. Eitt þessara fyrirtæki einmitt hugbúnaðarfyrirtæki CCP sem fyrirlesari okkar í dag veitir forstöðu. Í þessum töluðu orðum verið að reisa stórt hugmyndahús á lóð vísindagarðana í Vatnsmýrinni. Hefur húsið fengið heitið Gróska og mun það hýsa höfuðstöðvar CCP og veita nýjum sprotafyrirtækjum aðstöðu skemmri eða lengri tíma ásamt háskólastarfsemi. Ég vil nota tækifærið og bjóða Hilmar Veigar og allt hans samstarfsfólk innilega velkomið hingað á háskólasvæðið. Hilmar Veigar einn af stofnendum fyrirtækisins CCP sem ýtt var úr vör árið 1997. Hann hefur verið leiðandi í velgengni og vexti fyrirtækisins og var skeið yfirmaður tæknimála þess þar til hann tók við stjórn CCP. Hilmar Veigar með BSc-gráðu í tölvunarfræði frá Háskóla Íslands og hefur meðal annars hlotið verðskuldaða athygli fyrir skoðanir sínar á þróun, nýsköpun og mikilvægi stuðnings við sprotafyrirtæki. Hann hefur haldið fjölda fyrirlestra CCP og nýsköpun víða heim. Þekktasta afurð CCP tölvuleikurinn EVE Online sem kom á markað árið 2003 og hefur notið mikillar velgengni síðan
og fyrirtækið margverðlaunað fyrir árangur sinn á sviði þróunar og markaðssetningar í tölvuleikja iðnaði. Í viðtölum hefur Hilmari Vegari verið tíðrætt áhættuna sem fylgir hagnýtingu hugverka og mikilvægi hugrekkis og þrautseigju fyrir frumkvöðla. Hugrekki og þrautseigja eru ævafornar dygðir og það verður spennandi að heyra hvað hann hefur þær að segja. Hilmar Vegar, innilega velkomin. Já, komið í sæl. Það nú svolítið gaman að koma hérna aftur. Það var í þessum sal fyrir 20 árum sem að ég var á heimspeki fyrirlestri, þó að ég hafi útskrifast með gráðu í tölvunarfræði sem að kom alveg svakalega mikið að notum í upphafi CSB. Þá held ég að heimspeki menntunin sem ég fekk í þessum sal hafa nú kannski haft meiri áhrif á seinni tíma af þróun fyrirbærisins. Þannig að ég ætla svona að reyna að flétta það aðeins inn í þetta til að útskýra það fyrir ykkur. Já, ég sem sagt Hilmar Vegar Pétursson, framkvæmdastjóri CSIP, þar sem ég búinn að vinna síðan árið 2000. Ég var ekki alveg beint stofnandinn, ég sá að ég var titlaður það, en ég kom þarna inn í CSIP út úr Ós til þess að online. Fyrirtækið hefði gert hættuspilið áður, sem var skemmtilegt dæmi að klára vöru, setja á markað oft mikilvægara heldur en nákvæmlega hver hún þegar að svona starfi kemur. Þetta svona mynd af CSIP í dag. CSIP staðsett hérna í Reykjavík, þar sem við erum með 200 manns á Grandanum og erum að fara að flytja þá á gróskusvæðið. Síðan erum við í London og svo erum við með starfsstöð í Shanghai sem við erum búin að vera með síðan 2006. Og þó að það sé sýndar heimsyfirráð, þá þetta svona okkar útgáfa heimsyfirráðum. Við réðumst inn í Bandaríkin á tíma en við þurftum að taka skref tilbaka, en við náum þeim að lokum. Þetta tilgangur CSIP. Við ætlum að búa til sýndarheim sem betri en raunveruleikinn. Og þarna kemur heimspekimenntunin ansi sterk inn, af því að maður þarf nefnilega að einbeita sér ansi mikið til að skilja hvað raunveruleikinn Og raunveruleikinn ekkert nauðsynlega það sem maður heldur. Hann hefur ekkert með það sem þú snertir og heyrir að gera. Raunveruleikinn það sem þú upplifir. Og það fyrst og fremst bara kaosinn í hausnum á þér sem það sem raunveruleikinn fyrir fólki. Allt eru bara mismunandi góð input devices eins og við köllum það á okkar máli. Og hvort þú notar augun eða taugaendana í mænikerfinu þínu eða hvort þú notar lyklaborð eða hvað sem að allt það sem gerist skynjunin raunveruleg. Og það tekur rosa langan tíma að útskýra þetta og skilja þetta, en ég ætla að reyna það. Vegna þess að ykkur leyti höfum við nú þegar gert þetta fyrir lítinn hóp mannkyns. Og við höfum miklu trúið því að með því að gera það fyrir miklu stærri hóp mannkyns, þá munum við ultimately bjarga jörðinni frá okkur sjálfum. Þannig að það sem við erum að gera rosalega mikilvægt. Það lítur út fyrir tölvuleikir, en við ætlum að bjarga jörðinni. Þetta alveg Elon Musk level stuff. Og þetta, allt þetta brjálæði kemur upp úr þessum tölvuleik EVE Online. Hérna svona það sem að blaðamenn í heiminum segja EVE Online og mér þykir sérstaklega vænt þetta síðasta. EVE Online is peerless, its importance stands in isolation because no other developer has even attempted to match what it does, let alone surpass it. Þarna kemur hugrekkið og þrautseigjan inn að það sem við erum búin að gera, þó það sé á litlum skala, þá þetta að mínu mati og töluvert annarra merkilegasti tölvuleikur sem nokkuð tímann hefur búin til. Og það hann svo merkilegur að fólk í bransanum hefur ekki einu sinni dottið í hug að reyna að gera. Og það svolítið svona hugrekkið og barnaskapurinn í Íslendingum sem að leiðir af sér svona afurðir og síðan erum við búin að gera okkar besta svona til að reyna að klúra því ekki. Svona til að gefa okkur smá innsýn í hvernig þetta svona lítur út fyrir fólkinu sem spila leikinn. Þá ég með lítið myndband og þetta semst grafíkin úr tölvuleiknum. Þetta sem fólk sér þegar að spila leikinn. Leikurinn snýst gameskip og byggja sér stærra gameskip og sigra svo heiminn.
í EVE Online. Okkar leikur eru öðruvísi en flestari leikir allir að spila sama tölvuleikinn. Þannig allir partur á sama samfélagi, allir geta hist, allir geta plotta saman, mynda vináttur, mynda alliance og óvinniskapi og allir þetta. Og það sem þið heyrið eru raddir spilara þegar þeir eru að spila leikinn. Þannig að þið fáið svona pínulítið innsýn í gegnum bara tilfinninguna í röddinni, hvernig upplifunin að spila leikinn. Þannig að nú ætlum ég að spila þetta vídeo og við getum dimmt ljósin. What we're going to do, guys, we're going to sit 10K off a target, we're going to blap it really quick, and then we're going to warp to the run spot. Does that make sense? Yep. Outstanding. Okay, stand by. So hey guys, here's the deal. They got their Prophecy fleet up, and then Razor also has an Oracle fleet. So we should have some interesting stuff about to happen. So it's going to be like this. We're going to portal through, and at the same time, the triage carriers are going to jump. Just the triage carriers are first. Everyone clear? Let me see. Oh crap. I think... Will we be able to take on Guardians? Yeah, they got 4 Guardians. I don't think we should do this. we can do this. Don't worry about that. Now we're going to fucking play some fun games. My heart's racing. And relax. All wings align. Primary is the Dominics in 5, 4, 3, 2... Decloak, decloak, decloak. Torpedoes on the Dominics, Dominics, Dominics. Orbit on me, micro warp drives on. We're moving. Secondaries, Vipers, and the Omen. He's in structure. Take him down. Dude, that Revelation out now. All units on the ramp. Run out towards that Guardian now. All damps on the Damnation, all damps on the Damnation. Scepter, stay here and tackle Prophecies. This is where we fight. Alright. So I'm carrying 100 times more than my ship is worth. There were some pirates chasing me. There's one guy chasing me through like 5 different systems. I need to get the fuck out of this system. This little rock right here is worth about 166 million ISK. For some people this might not be a big deal, but for me, it's huge. Cellar 4.2, pretty nice. Gonna produce 4 of them, 2 days, 19 hours, 11 minutes, 44 seconds. We can expect to make 8 to 10 million around there. 51 out of 56 grid? Okay, good. And we've got 5 modules to fit in here. The ship's speed is actually pretty good. It can hit 4K a second. We're gonna hurt that now by adding on some armor buffer. Up success. Yeah. Thanks, dudes. Yay, Sovereign's so much fun. Oh yeah, such fun. It's almost done now. Like less than a week. Oh look. Whoa. Okay, good. Oh, Whoa. shit. Wow. That is Rickson Kings right there. Archivian silos down, Archivian silos down. Go, 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 silos down. Portal, portal, primary. Gate is green, gate is green. Sniper skills to long range, utilize BNC. Timer got idle and green, come on. Oh shit, how do I warp to something? E-War Drone. All E-War drones on Scott. Where are you decloaking? Perhaps some will be the secondary. Oh my god, that's a silencer. Holy shit. Let's go, get those fucking bombs out. Raker, fire. Goldger, stand by. Come on, boys. Come on, come on, come on. Þetta sem sagt tölvuleikurinn EVE. Og það mikið rannsóknarefni hvernig eitthvað sem að virðist líta út fyrir að vera tölvuleikur vekur upp svona mikið af tilfinningum. Ég veist það heyrði það í röddunum hvað fólki mikið niðri fyrir. Akkur þessi gameskip svona rosalega mikilvæg. Og þetta svona word cloud sem að við höfum crowdsourcað frá notendum EVE Online, hvað EVE Online merkir fyrir þau, fyrir aðeins yfir það setna hvernig við gerum þetta. Og þetta kemur fram: trust, stupidity, disagreement, domination, envy, truthfulness, honor, appreciation, greed,
betrayal, submission, foolishness, devotion. Hvernig getur tölvuleikur, held að þegar flestir heimildir sér tölvuleik þá sjáður fyrir sér Pac-Man eða Pong, hvernig getur allt þetta komið upp úr tölvuleik? Og það einhverju leyti vegna þess að þetta ekki tölvuleikur, heldur þetta samfélag. Svo síðan náttúrulega, þó við séum kannski mest þekkt fyrir EVE Online, þá var gert alls konar annað í gegnum tíðina og þar kemur aftur við hugrekki og þrautseigju. Við til dæmis tókum svona ansið hressilega undir sýndarveruleikann. Við byrjuðum ansið hressilega þar og þar aftur kemur tilgangur fyrirtækisins að búa til sýndarveruleika sem mikilvægari heldur en raunveruleikin. Þegar við sáum þetta, já, ok, þetta virðist vera gagnlegt fyrir það. Og við urðum á tímabili stærsti sýndarveruleika framleiðandi í heimi og merkilegt nokk erum það ennþá þrátt fyrir að þessi markaðir eigi svona 20 ár eftir að vera raunveruleika við komumst að því en þetta verður mikilvægt í seinni köflum fyrirtækisins að taka upp sporið aftur með þetta. Þetta svona hvernig það lítur út að spila EVE Online. Þetta ég að spila EVE Online í feðraorlofi í september 2003. Þetta dóttir mín Eva, hún að mæna með mér. Og ég eins og margir EVE-spilarar ennþá spila þennan tölvuleik og ennþá vinna við hann og það koma margir að máli við mig núna að segja Hilmar, varstu ekki að selja fyrirtæki til Kóreu, það ekki verið að gera eitthvað annað. Bara, gera eitthvað annað, það klikkuð. Það svo mikið eftir. Því það eitthvað við þennan leik sem einhvern veginn þegar maður gerir fyrstu útgáfuna af einhverju að það tekur svo langan tíma að skilja hvað í rauninni við erum búin að gera og það hreinlega bara rannsóknarefni og mikið af því hefur komið upp við samstarfið í háskóla að finna út hvað þetta er. Það var nú 2008 þá réð ég Eyjólf Guðmundsson, doktor í auðlindahagfræði sem hagfræðing CCP og það var allir bara Hilmar ráða hagfræðing, hvað, viltu ekki bara opna glugga og anda súrefni, hvað vittleysa er þetta? Og það var bara svona til að útskýra hvað við rauninni vorum klúlega hvað við erum búin að gera. Þetta var sko fyrir 10 ára síðan, 2008. Og þegar Eyjó byrjar að vinna, þá segi ég við Eyjó, sko, ég held að það sem við erum með núna sé svona eitthvað eins og hagkerfi. Geturðu fundið út úr því fyrir mig? Og svo fer hann og spilar EVE Online, Lon og Don. Og það að spila EVE Online svolítið eins og þetta. Þetta það sem kallað learning-kurvan á EVE Online. Þetta svona venjulegir tölvuleikjar. Veist hvað eyðir miklu tíma og hvað hefur mikið skil og þetta EVE Online. Það svona, veist, ég veit ekki, það svona eins og að flytja til Íslands fyrir árið 1000. Og hann eyðir smá tíma að fara í gegnum þetta learning cliff, kemur svo tilbaka og segir við mig, nei Hilmar, þetta ekkert eins og hagkerfi, þetta hagkerfi. Ég segi, hvað meinarðu? Já, ég meina hagkerfi ekki til. Hagkerfi eru sýndarveruleiki. Hagkerfi eru bara einhverjar tölfræðilegar mælingar á mannlegri hegðun. Bara einhverjar tölur í gagnagrunninn niður í Seðlabanka. Íslenska hagkerfið ekki til. Það bara sameiginleg múnsefjun að það sé til. Hilmar, hefur prófað að taka íslenska krónur og fara og kaupa bjór á strikinu? Það virkar ekki. Það að því að Danir trúa ekki á íslenska hagkerfið. Þeir halda þessi ekki til. Við höldum að þessi til. Og við erum bara með 500.000 geðskimpa aðdáenda sem halda EVE-hagkerfið sér til og þeir eru fleiri en Íslendingar. Þannig að EVE-hagkerfið bara raunverulegar en íslenska hagkerfið. Og ég bara, vá, þú ert hagfræðingur. Það hlýtur bara að vera rétt. Og síðan erum við búin að vera að gera svolítið tilraunir við það. Við til dæmis reyndum þetta einu sinni. Við fórum að selja föt í tölvuleiknum EVE Online. Og meðal annars þetta englirni sem við seldum á $60. Og það gerir ekki neitt, það bara til að líta svona út og fötin gerir ekki neitt heldur, gefa þeir engin völd, ekkert afl í leiknum, þetta bara til að líta öðruvísi út en hinnir. Það var allt brjálað. Þetta eru uppþot í EVE Online. Það voru 3000 manns sem tóku þátt í þessum mótmælum. Þau stóðu yfir klukkutímum saman í marga daga. Það var svona okkar Occupy Wall Street. Og við vorum alveg bara, vá, hvað í gangi? Af hverju fólk að mótmæla því að við erum að selja eitthvað sem gerir ekki neitt? Og þetta,
í rauninni þegar að sko tilfinningastormurinn sem fylgdi þessu var yfir staðinn, þá áttaði ég mig á því þetta voru deilur á vinnumarkaði. Að við sem ríkisstjórn leiksins vorum farin að selja vörur og þjónustu sem enginn bjóð til. Af því að allt í Eve Online búið til af fólki, öll gameskipin, allt sem er í leiknum, það eitthvað sem vinnur fyrir því. Og óttinn var sem sagt, ef að ríkisstjórnin, CCP, allt í einu farin að búa til eitthvað úr engu, selja það á markaði, þá tímakaupið mitt að lækka. Ég bara, vá, ok, þetta er ekki bara tölvuleikur. Nei, Dr. Eyjó hinn í öxlinni. Nei, Hilmar, þetta hagkerfi. Það trúa fleiri á það heldur en íslenska hagkerfið. Og því ég sá þarna að ríkisstjórnin var að hækka laun hjá bankastjóra, það alveg sko myndi mig á þetta. Það skiptir máli hvað ríkisstjórnin gerir. Og merkilegt nokk þá áttaði ég mig á því, já ok, við eigum ekki vera ríkisstjórnin, kemur aðeins að því seinna. En allavega við tókum þessa styttu sem þeir skutu á tímanum saman og við brutum hana. Og núna ef þú ferðin í Eve Online þá serðu þessa brotnu styttu sem svona eilífur minnisvarði þess að við þurfum að skilja virði þess að fólk að vinna í leiknum og tímakaupið skiptir máli. Nú á dögum þá það orðið nokkuð ljóst að hlutirnir í Eve Online kosta. Hérna Yahoo Games að fjalla það að það hafi verið stríð í Eve Online og skaðinn hafi verið $300,000. Að því það hægt að í rauninni reikna tímakaupið fyrir alla hluti í leiknum, þá getur reiknað út hvað kosta. Og svona meðal stór barda í Eve Online svona $300,000 milljón. Og það fólk að bæði að hætta alvöru peningum. Það fólk sem hefur keypt hluti í Eve Online fyrir alltaf því $1 milljón til að gefa ykkur alvöru peningum, ekki bara platt. En fyrst og fremst fólk að gambla með sín eigin vinnu. Það sem þú vinnur inn í þessu hagkerfi, það það sem at stakes þegar fólk að í þessum heimsiður eða dauði leik sem Eve Online Merkilegt nokk, nú á dögum þá hugsa ég þetta eins og borg, meira heldur en land eða hagkerfi. Eve Online svona eins og borg sem við höfum byggt og þar býr fólk, það vinnur sér inn hluti, sýslar með þá og langar að eiga svona hverfi í borginni. Og merkilegt nokk þá var þessi lína, þetta ljóð, var skrifað í Eve-handritið 1998. Sagt fyrir rúmlega 20 árum síðan. A city made of wood is built in the forest, a city made of stone is built in the mountains, a city made of dreams is built in heaven. Og þetta eins og við hugsum aftur til að gera sýndarveruleikann betri en raunveruleikann. Ef þú byggir borg á jörðinni úr atómum, þá við að byggja borg í hugum manna og notum til þess tölvur og rafeindir sem kosta ekki neitt. Það engin tré að deyja, það engin fjöll að hrynja. Við getum byggt borgir í Eve Online þannig að jörðin líði ekki fyrir það. Og ég komið svona amatúrist hobby að skoða borgir, hvernig það byggðar. Við byrjuðum náttúrulega í þessum leikfangabæ, eins og Kínverjarnir kalla það. Alltaf ég kem með Kínverja hingað þá segir, oh, it's cute, it's like a toy town. It's smaller than my university. og það eitthvað dásamlega fallegt við Reykjavík, hún eins og leikfangabær. Og það þetta, rannsaka Reykjavík og Ísland svolítið mikið svona, til að skilja hvað við erum búin að gera með Eve. Svo drifum við okkur til Kína, Shanghai, og þetta stærsta land í heimi, stærsta borg í heimi, við erum að finna hvernig það virkar. Svo erum við London. Núna nýlega þá gengum við til liðs við kóreans leikjafyrirtæki sem keypti upp allt hlutafé í CCP og það svona meira, við horfum þetta meira eins og samstarf. Þeir eru svona fjölspilunarfyrirtæki eins og við. Þeir eru í Kóreu og Kórea svona bara stanslaust svona 10 árum undan okkur. Það eiginlega með tölvuleikjabransin sem nokkuð framalega á meirinni. Maður getur yfirleitt bara að skoða hvað í gangi í Kóreu og það verður raunveruleikin okkar eftir 5 ár. Þannig að okkur þótti mikilvægt að fara til Kóreu, það upphafið af öllu. Merkilegt nokk, þegar þetta gerðist þá bauð borgarstjórinn í Kóreu mér til að koma að tala á ráðstefnu eins og þessari borgarskipulag. Og ég bara, hvað í gangi hérna? Að tala borgarskipulag við borgarstjórinn í Seúl, 30 milljón mann sem búi í Seúl. Veist, ég kem frá leikfangabæ.
En það var alveg merkilegt að tala við hann, að bara rosa mikið af því sem þeir eru að díla við það sem við erum að díla við í rekstrinum og EVE Online. Og það risastórt vandamál í Kóreu akkurat núna, allir í Kóreu, og það einmanaleiki. Kóreubúar eru að farast úr einmanaleika. Og það líklega líffræðideildina til að skilja það, en menn eru að átta sig á því í svona stórborgum að þeim mun þéttara sem fólk lifir, þeim mun meiri verður einmanaleiki. Þannig að borgir eru að eyðileggja samveru, sem mjög counterintuitive, en einmanaleiki stór epidemik í Kóreu, ég kem að því síðar. En allavega, við horfum á hópin okkar, spilarahópin, heilt yfir hafa 5 miljón mann spilað EVE Online í gegnum tíðina, og við horfum á það bara eins og íbúar í borgríkinu okkar. Við höldum þessa fanfest atburði í hörpunni, koma alltaf því 2000 manns risastóra ráðstefnu strauma og stefnur í EVE Online. Þetta svona svolítið eins og Davos, nema bara engar engaþóttur. Og það var aftur, það var eitthvað sem að triggeraði mig þegar við áttum þessar óerðir, ég vil ekki vera ríkisstjórnin. Og hugsaði svona, var aðeins að hugsa þetta, hvernig fór Guð að þessu? Veist, já, í Gamla testamentinu var hann svona geðveikt hands-on, hann var alltaf bara, veist, já, Abraham, gerðu þetta og svona, nei, skam. En svo í Nýja testamentinu, þá einhvern veginn bara hvarf hann og hann bara allt okkur að kenna. Geðveikt trikk, getum við ekki einhvern veginn gert þetta. Og við fundum upp lýðræði, það sem lýðræði í EVE Online, og þetta ríkisstjórn EVE Online. Þetta sem sagt the Council of Stellar Management. Þeir koma saman, 2 árið eru að koma inn í næstu viku, og þarna eru straumar og stefnur EVE Online gerðar. Hvernig eigum við að taka á þessum hagfræðivandamálum, hvernig getum við ýtt undir lítil fyrirtæki að vaksa, hvernig getum við tekið á það að ríka elítan EVE Online allt og rík og hefur allt og mikið af auðveldum hlutum að takast við. Og þarna ræðum við bara sömu vandamálin og fólk að takast á við í okkar litla hagkerfi hér. Okkar aðeins stærra, en gott og vel, okkur gengur ágætlega hér líka. Og þarna, þetta svona gott dæmi það hvernig maður getur tekið svona inspiration og raunveruleikunum til að gera það betur. Við erum actually að setja þetta bara út í dag. Þetta kallað CCP Please. Þarna koma notendur EVE Online með hugmyndir hvað getur betur farið. Þetta gjörsamlega kóperað upp af módeli sem Reykjavík notar. Það var svona borgarskipulags, crowdsourcing dót. Það er alveg geðveikt trikk og setur ábyrgðina á íbúana. Virkar mjög vel. Og með þessu heldum við að við getum gert þetta sýndarheimar mikilvægari en raunveruleikinn. Og aftur, það eitthvað sem maður á að vera að gera? Og þetta eitthvað sem við pælum rosa mikið í. Ok, við erum búin að búa til hennar sýndarveruleika leikvöll, þar sem fólk getur komið saman. Og hvað gerist við það? Og við erum búin að rannsaka þetta nokkuð mikið. Við tókum núna 2 ára rannsókn á því EVE Online gott eða vont fyrir heiminn? Þegar við dílum svolítið við þetta, ef við ætlum að gera sýndarveruleikan betri en raunveruleikan, það gott? Eru við góð? Veist, EVE gott? Það net positive fyrir mannkynið? Og við rannsaknuðum þetta og veist, við fundum svona bara basic stuff sem fólk veit, veist, til þess að vera ánægð með að eyða tímanum einhvers staðar, veist, þá þarftu extrinsic motivation, þú ert purpose, mastery, autonomy og þetta er náttúrulega, veist, satt fyrirtæki, háskóla, tölvuleiki og allt það og við fundum allt þetta. En svo fundum við þetta, sem við að tala áður Seúl, að vinátt að deyja út og mannkynið að deyja út úr einmanaleika. Það er búið að rannsaka það að einmanaleiki eða öfuleiki við einmanaleika, það er að segja hvað átt mikið að heilbrigðum samböndum við fólk, það dikterar hamingju, langlífi og tilgang. Og það er að deyja út af þessum borgum sem eru svona illa raknar. Það er fræg stúdía sem var gerð í New York. 1977 átti fólk að meðaltali 7,1 vin í New York. 2017 átti fólk að meðaltali 1,2 vini. Í Seúl verðist fólk eiga enga vini. En við búum til vini. EVE Online býr til vini. Og þetta er formúla fyrir það, hvernig þú býr til vini.
Þetta notabenni kemur frá CIA. Þeir eru mikið að búa til vini. Þeir eitthvað líka að búa til óvinni, en hérna fyrst og fremst þeir að reyna að búa til vini. Það sem sagt proximity, frequency, duration and intensity. Og það sérstaklega þetta. Hérna EVE Online eins og ekkert annað og það rosa mikið af hermunum sem spila EVE Online. Sérstaklega amerískum hermunum. Og þeir segja það að fara í stríð með skotinu þínu, það býr til ævilöng bönd. Það mesti vinskapur sem verður til, það að lifa af í stríði með fólki. Og EVE Online það. EVE Online búið til sem risastór heimur þar sem þú pínulítill og skiptir engu máli en saman getur þú breytt honum og áttan og sigraðan. Þannig að fólk bindst vináttu böndum í gegnum það hvað leikurinn intens og fólk eignast ævilanga vini. Og þess vegna spilar fólk leikinn áratugum saman. Þetta myndi enginn spila leik fyrir leikinn. Leikurinn ekki það góður. Ég get alveg sagt það sjálfur, sko. Hann alveg fýtt, sko, og það alveg risaverkefni að gera hann betri. En ástæðan fyrir fólk spilar hann að þá ævilanga vini. Og þetta leiðir til hamingju, heilsu og tilgangs. Þannig að nú erum við voða mikið einbeitt okkur af því hvernig getum við beisla þetta meira og hvernig getum við ýtt undir það að gera betri raunveruleika, betri sýndarveruleika heldur en raunveruleikan kannski ekkert svo erfitt vegna þess að núverandi borgir í raunheimum að eyðileggja vinskap. New York, Seúl, Shanghai, allir einmana. En í EVE Online allir hamingjusamir. Og ég hef oft mætt hann í hörpunni og haldið margar ræður eins og þessar. Af hverju allir svona hamingjusamir? Og við bara fundum svarið. Af hverju fólk að tattúa sig, gifta sig? Hérna ég actually að gifta fólk. Það var einhverjir EVE-spilarar sem sendu bara fyrirspurn í customer support. Getur Hilmar gift okkur? Og ég bara, ok, nei, örugglega ekki, en hver ég að segja nei? Ef þið viljið giftast í hörpunni og viljið að ég gifti ykkur, þá skal ég bara gera það. Þið eru EVE-spilarar, það nú bara það minnsta sem ég get gert. Ég spurði konuna, ertu alveg viss? Tók hana af sig þess, já, hún bara, já, geðveikt, þetta geðveikt. Hérna erum við að, Þannig ég að gifta þau. Hafði sambandi ásatrúarfélagi hvernig maður ætti að gera þetta og ég gerði eitthvað svona í stíl við það. Og meðan ég var að gera þetta, þá var tattúbásinn í gangi. Maður heyrði svona í tattúnálinni. Því ég var að segja, fanfest Helgi Örn, þeir eru komin hér til að játa hvort öðru og tattúnálina. Og ég var bara, hvað í gangi hérna? Þetta ekki tölvuleikur. Og það út af þessu að fólk eignast vini, binst þeim æviböndum og svo hefur við líka fundið svona kannski leið til þess að leyfa fólk að taka þátt í tilrauninni. Þetta ein risastór tilraun og við köllum notendur okkar allavega svona hæstu notendur. Við köllum það svona co-creators, heroes and villains, sem vilja vera vondir. Það líka mikilvægt. Það eru rosamargir og líf þeirra hefur breyst. Hérna einn frægur EVE-spilari, svona leit hann út fyrir 7 árum síðan. Svo bjó hann til þennan karakter hérna í EVE Online og hann lifði þessu lífi. Og svo horfði hann á sig í raunveruleikunum og hugsaði, ég vil ekki vera svona, ég vil vera svona. Svo hann breytti sér til að vera svona. Ég veit nú bara ekkert betra heldur en þannig getur þú búið til stereotypi fyrir sjálfvæðleik og svo breytur þér til að vera hann og eignast 100 vina á sama tíma. Þessi, hann mjög frægur, hann heitir Dimitani, hann lögfræðingur, seldi ykkur patent og moldríkur, hann spilar EVE Online, þar sem hann mjög frægur fyrir að vera vondur. Þegar hann mætir á FabFest, það eru fleiri blaðamenn að tala við hann en mig. Hann geðveikt frægur í EVE Online. Þessi, hann heiti heilu ári í að gera svona hostile takeover í fyrirtæki, var alveg dásamleg grein, spilaði PC Gamer, skrifaði PC Gamer þetta, tók 8 blaðsjur, tók hann heilt ár, leini orð og ég veit ekki hvað, þannig að það alveg ótrúlegustu hlutir sem fólk hefur gert. Og aftur tattooinn, rosa gaman þessi tattoo. Og við báðum hérna aftur fólki að skrifa sögurnar sínar EVE Online og setja inn, og við söfnuðum 5.000 sögum og þaðan kemur þetta wordcloud sem ég sýndi upp á því. Þetta sem fólk sem skrifar sín eigin ævintýri í EVE Online. Ekki bara gerði það, heldur gáðu út sögubók.
Þetta sögubók stríðin og ævintýrin EVE Online, skrifuðu af blaðamenni, kickstartuðu af EVE-spilurum sem spötnaði $150,000 til að gefa út sögubók tölvuleik. Ekki hvað við vorum að gera í honum. Við komum allar við sögu. Þetta pólitíkin EVE Online. Svo ætla ég nú aðeins að tala svona, ok, þetta nú allt og frábært og svona, og ég vistu gaman að tala þetta eins og þessi mikið niðri fyrir. En hvað getur nú gert til þess að gera meira af þessu á Íslandi? Og ég með svona langan lista af öllu dótinu, þeir eru kannski ekki alveg rétt á audiensi fyrir það, ég fer mikið með þetta í samtök iðnaðarins og alþingismenn og ég veit ekki hvað. Heilt yfir það aðalatriðið að við eigum að taka þökin af því að endurgreiðsla á rannsóknir og þróun. Ég veit alltaf því ég hitti einhvern í Sjálfstæðisflokknum, þá það almennt lág skattprósent, það best til að fyrirtæki vaxi og dafni, jari. Það er alveg satt, ef þú vilt hafa rekstrarfyrirtæki, ef þú vilt hafa nýsköpunarfyrirtæki, þá virkar það ekki. Ríkið þarf að taka þátt í áhættunni og það getur bara breytt alveg rosa miklu. Já, það farið það. Og við erum í geðveikri samkeppni. Í Bretlandi eru rosalega öflug svona tól. Það ég með að hverju við erum þar og við erum að vaxa þar meira en við erum að vaxa á Íslandi. Og það vegna þess að þar samskonar skattafyrirkomulag sem virkar rosa vel. Það eins í Kanada miklu stærra, eins í Ástralíu miklu stærra, eins í Nýja-Sjálandi, meira segja Noregur með svona. Og við getum gert svo mikið betur í að halda utan þetta. Og ég ætla aðeins að fara yfir það af hverju það skiptir máli. Sko, við erum búin að búið til heim sem sýndarveruleika heimur. Ef við lesið Snorra Edda eins og game design skrift. Það alveg ótrúlegt að lesa það. Það bara farið yfir helstu cast and characters, það farið yfir world designið, þetta bara skrifað eins og sýndarveruleika heimur, notandi tækni þess tíma sem var að skrifa á skinn og bara ótrúlegt. Þannig að Ísland búin að æfa sig að gera þetta í 1000 ára. Og við erum búin að taka þennan hæfileika til að búið til sögur og ævintýri og sýndar heima alveg ótrúlustu staði. Tónlist alveg gargandi gott dæmi og þar hefur ríkið komið alveg stórkostlega áhrifum. Ég held að Björk hafi bara aldrei langar ræður það, kannski eins langar þessa, hvað tónlistarnám á Íslandi að utanumhaldið og allt það ástæðan fyrir því að við eigum svona ótrúlega fyrirbæri eins og Björk. Bíómyndir sama, áratuga fjárfesting frá ríkinu til að byggja þetta upp á þetta level og nú eru kvikmyndir bara teknar á Íslandi langibannir. Og við höfum bara töluvert erindi í þetta og með því að leggjast á nýta okkur þetta, sagnaarfinn, allir Íslendingar vilja skrifa bækur, allir frakkar vilja eiga veitingastað, hver það? Vil allir skrifa bækur? Ég langar ennþá að skrifa bók. Ég er búin að gera tölvuleik, mér langar samt að skrifa bók. Þetta svo djúpt í okkur. Og við höfum eitthvað að byggja á. Við höfum CCP og við höfum fullt af litlum leikjafyrirtækjum sem verða til svona upp úr ruðningsáhrifum sem við völdum svona fyrstu 20 árin, en það núna að spretta upp úr því. Og við höfum sýnt það, ef við ráðumst á eitthvað vandamál, þá getum við bara gert nákvæmlega hvað sem Íslenska landsliðið á HM í fótbolta ekkert eitthvað random dót. Það bara innivellir, þjálfun fyrir alla gaurana og fá útlenska þjálfara til að gera það og svo tannlækni og svo þetta. Þetta bara geðveikt plan. Og það vantar svo lítið upp á hjá okkur að við getum bara gjörbreytt ástandinu hérna með þessu. Við erum pínu lítið fyrirtæki í þessum bransa. Það annað pínu lítið fyrirtæki í Finnlandi sem heitir Supercell. Þeir eru með færri starfsmenn en við. Ástækið þeirra eru $2 billjón. 200 miljardar. 1 Kárahnjúkavirkjun á ári, byggingakostnaðurinn, ekki operating profitið sem svona stort. Það tekjur Supercell. Þannig að það geðveikt payout í endan á þessu. Og ef við bara tökum til aðeins hjá okkur, þá getum við gert miklu fleiri CCP og hjálpað okkur að vaxa hérna á Íslandi. Þess vegna erum nú að fara þannig í gróskuna með háskólanum. Eins og þið sjáið, það þarf hagfræðinga, tískuráðgjafa, sálfræðinga, ég veit ekki hvað þarf ekki til að, það líka tölvunarfræði, ekki glemma því, Hilmar. Og við erum rosa spenntið við þessu, ég að fara að skoða það núna eftir þetta. Og þetta nú komið eitthvað síðan þessi mynd og það skiptir bara rosa miklu máli hvar við erum. Við erum svolítið týndarnir niður á Granda og það verður rosa spennandi að koma hérna bara í suðupottin og reyna að virkja allt brainpowerið í háskólanum og
ég vona að þið svona hlustið á mig að það er svo mikið rými fyrir svo mikla rannsóknir á þessu fyrirbæri sem í að við þurfum bara að einhenda okkur í þetta. Þetta tekur allt of langan tíma. Veist það sem ég að fara yfir þetta með Dr. Eyjó fyrir 10 árum, sko. Við erum svo klúles þetta. Við þurfum bara hreinlega að hjálpa að finna þetta út. Við erum svona orðin ágætt, sko, hérna svona eitthvað svona fræði sem við notum til að búa þetta til, sko. Epic, beautiful world, place you want, digital economies, lossless meaning, play social, build a community, make friends. En við þurfum alveg geðveiklega hjálp í að klára þetta. Þetta getur orðið svo miklu stærra og merkilegra en það akkurat núna. Og svo líka bara framtíðin ótrúlega óljós akkurat núna. Aftur New York, aftur áhugun á borgarskipulagi. Það var senast hagfræðingar í New York að reikna það út að miða við hestatrafík á götum borgarinnar að þá myndi borgin fyllast að hestaskít eftir 20 ár og þau þurftu að færa alla starfsemi á hæð númer 2 í New York vegna þess að göturnar væru bara fullar af hestakúk. Og bara reiknaði þetta út og það eru komin plönum að fara að lyfta New York upp úr hestakúknum. Svo fundum við bara bíl og engin hestakúkur. Og ég sá þetta er eitthvað sem Reykjavíkurborg að gera 5G ljósastöðva með drónum. Og það bara, veist, það er svo mikið að tækifærum til að gera svona eitthvað stórfurulegt á Íslandi sem að verður svo eitthvað stórmerkilegt. Og við erum að einhverju leyti óvart búin að gera það með og það þarf bara hellings meira brain power í að skilja þetta. Þetta eru opnar stöður hjá okkur, hérna hún Unnur, hún hausaveðurinn okkar. Bara komið og hjálpið mér að byggja æðislega borg í skíunum, láta íverða eilífu og bjarga jörðinni. Takk. Innilegar þakkir Hilmar fyrir frábært erindi. Þú ert tilbúin að taka spurningum. Já. Við höfum í það minnsta 10 mínútur til þess að taka spurningar. Hverju vilja byrja? Eitt sem var alltaf fyrir mér, þú nefndir Ós. Já. Hversu margir starfsmenn frá Ós komu yfir í CCP og hvaða máli skipti uppbyggingastarfi sem hafði verið á Ós? Sko, það skipti alveg geðmáli. Sko, saga mín svona. Ég mæti hérna í tölvufræði í háskólanum. Byrja fyrsta árið að læra alveg geðmikið af stærðfræði og línulega algebru sem hefði mátt útskýra fyrir mér að væri fyrir tölvugrafík en það voru allt N sinnum M matrix. Halldór Elíasson var alveg geðveikt mikið að töflukrít að útskýra þetta og ég hef bara ekki að fatta hvernig gagnast þetta í eitt eða neitt. Hvert á ég að fara að vinna þegar ég er búið með þetta? Og þá var Ós til og ég var svona, nei, ég get ekki til að vinna á Ós, ég er ekkert nú að klára í það. Svo var ég ekkert að reka tölvuver í nemendafélagi háskólans og þar var hann harritari sem núna með doktorspróf í tölvunarfræði frá Brown University. Hann kemur svona óttasleginn inn í tölvuverið og sér mig, heyrðu, Hilmar, þú þarft að koma og vinna hjá Ós og ég geti klárað háskólan. Ég bara, ok. Fer svo bara með hann upp í Ós og hitti það framkvæmdastjórann og bara ráðinn á staðnum og rétt náði nú að klára háskólann sjálfur og þá komst maður inn fyrir dyrnar með Ós og Ós gerði ótrúlega hluti. Þeir gerðu eiginlega bara allt sem við gerðum fyrstu 10 árin, bara á 1 ári og gerðu það allt vitlaust. Alveg bara dásamlega máta. Það er bara ótrúlega hvað það fyrirtæki fór langt á bara, brjálæðinni. Af því lörðu við bara, ok, fyrstu 10 árin ekki gera þetta. Og svo keyrðu við bara CCP áfram fyrstu 10 árin, þetta var bara svona eins og déjà vu, man bara gerði svolítið mikið af því góða frá Ós og sleppti hinu vonda. Svo eftir fyrstu 10 árin þá voru komin einhvern nýsvið og þá fórum við að gera alls konar vitleysu, bara vissum ekki hvað áttum að gera. En sko starthópur CCP var að helmingnum upp úr Ós og þar kom aftur vinskapurinn inn, það að fólk þekkti hvort annað og hvernig það virkaði. Það var svo intense moment í Ós, þar var til Social Network sem fór og rauninni stofnar CCP. Þegar ég kem þar árið 2000, þá ræði ég bara alla sem voru eitthvað viti úr bekknum sem ég var í háskólanum, 1 ári fyrir neðan og 1 ári fyrir ofan. Bara Erlendur Smári, Berglind, Hilmar Hauks og bara réða á alla. Og þannig að háskólinn og Ós og allt þetta kom rosalega mikilvægt inn upp á að búa til félagsneti til að búa svona til. Eins og ég segi við krakkar sem að fara í háskóla, ekki að horfa á kennarana eða námskrana, horfið á nemendurnar. Eru klári nemendur í þessum skóla, ef þeir eru þar, hitt skiptir engu máli.
Á háskólaárunum eignist þið þá vini sem búa til startupin sem þú síðar býr til. En línulega algebra skiptir það líka máli. Það kom seinna meir í ljós að því ég þurfti búið til 3 niður fyrir EVE Online sem voru að horfa á þarna og þá þurfti ég að lesa það sem kallað hvíta bókin, það tölvugrafíkbókin og hún bara línulega algebra, bara í 3 fylkjum, ekki M sinnum N. Orðið laust. Já, gjör svo vel, Inga. Já, takk fyrir. Inga Þórsdóttir, heilbrigðisvísindasviði. Já. Mig langar að spyrja þig þetta einmitt með einmannaleikann. Já. Og þú lagði svolítið áherslu á með einmannaleikann og borgir, en þetta með einmannaleika og mikla notkun tölvuleikja er eitthvað sem er þekkt og fólk velti mikið fyrir sér og það er þessi típa sem var 80 kíló og verður 160 kíló og grautar í ýmsum tölvuleikjum og er svona svolítið lost, á ekki vinnina eða slíkt. Þetta er hluta vandanum, mér finnst það flott þú komst aðeins inn á það. Eitthvað þar, aðeins að spinna meira á þetta, hvernig náum við utan þetta? Því þetta er ekki bara borgarskip eða eitthvað, þetta er líka tölvuleikinir. Já, eða sko einhverju leyti er þetta tækni. Já, sko tölvuleikir náttúrulega rosalega breytt svið, sko. Það eins og að segja bíómyndir séu góður eða vondar. Það eru góður og vondar bíómyndir. Sumar bíómyndir eru æðislegir, gefa þeir innblástur í að gera eitthvað frábært í lífinu og aðrar eru bara, ógeðslega lélegar. Tölvuleikir eru líka þannig og þetta er fullt af vondum tölvuleikjum og tölvuleikir eru ótrúlega öflugt fyrirbæri og það er hægt að fara rosa illa með það. Þeir eru svo kjarnorka, þú getur búið sprengju eða góða orku. Tölvuleikir eru þannig, þetta er bara spektrum þeir alveg frá toppi til táar. Og við þekkjum alveg, við vitum alveg hvar punktarnir eru. Maður er ekki að kynna sér mikið í sálfræði til að átta sér hvernig maður manipulerar fólki til að vera háða tölvuleikjum. Við höfum ekki gert það, fyrsta vankunnáttu og svo þegar við lærðum það þá kannski gerðum við svona bara mátulega mikið en við fórum aldrei alla leið. Og eins og ég segi, ef maður ætlar að fara að gera þetta þá er eins gott að það sé gott. Og þá fórum við að athuga af hverju er þessi tölvuleikur betri en aðrir tölvuleikir, hvað þetta varðar. Það eru til fullt af stærri, betri, nýlegri og meira svona öðruvísi áhugaverðir tölvuleikir en það sem við fundum með þennan leik af því hann býr til vinskap að þá upplifum við það að okkar notendur í miklu jákvæðara sambandi við þennan tölvuleik. Það eru líka fólk í neikvæðu sambandi við hann. Ég ætla ekki að draga úr því. Það er líka fólk sem spilar hennar leik sér til óbóta. Og það er bara, ef maður væri að framleiða bjór, sumir fá sér einn á barnum og eignast vini, aðrir geta ekki hætt og týna sér eitthvað í því, sko. Það eru öll mannanverkir og þannig. En allavega við höfum aukinn skilning á því að þessi leikur býr til vináttu. Við að einhver leyti skiljum hvernig það á sér stað. Það er samt erfitt að láta það gerast. Það er ekki, þú ýtir ekki fólki saman og verði vinir, sko. Það er ákveðin svona delikasi að láta það gerast. Og ég er að setja mikla áherslu á það að við skiljum þetta betur og við getum varpað þessu tilbaka. Ástæðan fyrir því að social media mörgu leyti er að rífa auka einmanaleika og það hefur verið rannsakað. Það er Instagram er verst að því að þar býrðu til svo mikið að óraunum staðalímyndum hvernig á átt að vera og svo er bara spektrum frá Snapchat og Facebook og hvað þetta heitir allt. En allavega við bara horfum á hvað við getum gert og við höfum einangrað þetta, vinskapur, tengsl, eiga raunverulegum samböndum, þau séu reynd og þau séu alvöru og þau upplifir þau sem alvöru djúp sambönd sem getur reitti á. Það eru mörg dæmi yfirspilarar kalla á hvern annan. Það er ein alveg frábær kona sem heitir Greigal, hún er svona anti-stereotypa, hún er kona á 60-aldri sem spilar í online og hefur gert í 15 ár. Hún er til dæmis að fara með 40 yfirspilara í skemmtiferðarskipi í kringum Alaska. Hún bara búin að skipuleggja það eins og hún gerir. Hún einhvern tímann lenti því að það var flóð í Texas sem hún er heima og grunnurinn á húsinu hennar fór svona á hlið. Og hún fór í tryggingafyrirtæki sitt og þau eru bara eitthvað force majeure, þetta á ekki við og jara eins og tryggingafyrirtæki gera. Og hún fór bara inn í Online og segir hjálp,
ég á ekkert hús lengur, ég get ekki spilað í, ég þarf að hætta og díla við þetta. Það bara, bitu, þá var einn sem var með henni að spila í online, hann var einhver corporate attorney í einhverju fyrirtæki, hann sagði, ég og vin sem sérfræðingur í tryggingalöggjöf, ég senda bara til þín, svo kemur hann, tekur þetta út, fyrir í tryggingafyrirtækið, snýr það niður og það kemur bara gröfur og dót og laga húsið hennar og nú hann heim í frábæru húsi og borgaði ekki neitt og það bara aftur tryggingunum eins og það átti að vera. Allar að meina bót. Gjör svo vel. Já, góðan daginn. Ég sem sagt nemi í kínverskum fræðum. Ég átti að fara út í skiptina á síðasta ári. Það klikkaði. Þannig að ég fór í tölvunarfræði á meðan sem ég leiðist ekki. Mér leiðist ekki. En þú talar það að þeir eru með höfuðstöðina í London út af því að það er svo þægilegt að ríki komið þar að. Hvernig það í Kína? Ég efast að sé þægilegt fyrir útlensk fyrirtæki að vera í Kína. Nei, það ekki þægilegt fyrir útlensk fyrirtæki að vera í Kína vegna þess að kínverska ríkisstjórnin alveg ótrúlega strategísk og hún skilur það Kínverjar eru fyrir Kínverja, ekki fyrir hina. Við komumst alveg ótrúlega langt með bara að vera lítið skrítið íslenskt fyrirtæki og við fáum eiginlega bara svona næstu að gera næstu því hvað sem í Kína að því að við erum bara frá Bingdao og skilur það bara it's like a toy town og ef þú ert ekki amerískt fyrirtæki þá kemstu lengra en það er akkurat núna kínverska ríkisstjórnin að ekki samþykkja nýja leiki þannig að þeir beita sér mjög kröftulega þannig að það að vinna í Kína alls ekkert auðvelt en það náttúrulega markaður sem stærri en Evrópa plus Bandaríkin sinnum 2. Það var ástæðan, já. Jóhann Pétur. Já, þakkaði fyrir, Hilmar Veigar. Þú ert svona eitt af stoltum okkar úr tölvunarfræðinni. En ég hef nú aldrei spilað í online, en ég fekk að kynnast í mjög vel þegar ég var að reyna að fá verðlaun fyrir ykkur í Sri Lanka 2013 og þið lentuð í fyrsta sæti, bara Global Winners. Þar sem þau voru að keppa við verkefni frá 180 löndum, þetta World Summit Award og það kom akkurat þessi vinátta og þetta var alveg gríðarleg svona keppni þarna og erfitt að komast áfram, en þið unnuð og bara til hamingju með það og bara haltu áfram að segja frá nýsköpun. Já, takk fyrir það og takk fyrir hjálpina. Hæ, ég heiti Edda og ég að vinna hjá fyrirtæki sem heitir Icelandic Startups og við vinnum mjög mikið með ungum sprotafyrirtækjum sem eru mörg í tækni og þar áskorun til dæmis að fá notendur. Og þið eru svona success story hvað var að stað, þið náttúrulega eru bara bestar í heiminum mann hafa búið til það, eru bara með, þetta náttúrulega bara samfélag og mér langar að spyrja út í svona secret sauce, hvað var það, bara fyrstu skrefin, hvernig þið náðuð að búa til þetta samfélag og fá inn notendur sem að urðu svona dedicated, ef ég nota enska, og líka munin á öðrum leikjum sem þið gerðu, þú veist, hvernig þið funduð að Eve var gullpotturinn en ekki aðrir leikir sem þið búið til. Já, það einhverju leyti stóri sannleikurinn á bakvið velgengni CCP hefur rosa mikið með tímasetningu að gera. Að þegar við erum að koma online á leggirnar, þá internetið í rauninni að vaksa upp úr akademi og svona aðeins inn í svona viðskiptaheiminn. Og þá rosa jafn leikvöllur. Og við vorum eiginlega bara næstu því jafn góð og jafnvel betri á sumum sviðum og fyrirtæki sem vorum að keppa við. Að því að við vorum svona born digital og gerðum það bara allt þannig og það var ekki svo mikil samkeppni. Nú alveg geðveik samkeppni þegar kemur á tölvuleikjum og interneti og svoleiðis. Þannig að sko ef þú ætlar að taka einhverja blaðsíðu úr okkar bók að þá að leita á sviðum sem að eru ný og að koma upp. Þannig að ég myndi einhverju leyti horfa til þess. Hvað eitthvað sem enginn að gera og enginn þorir að gera? Veist, cryptocurrency, virtual reality, veist, eitthvað svona heilsutengt biology, cyborg, eitthvað, skilurðu, hverabakteríur, veist, ég veit ekki, það bara eitthvað svona, eitthvað algjört rugl.
veist, ég meina þegar við vorum að gera henni tölvuleik þá var já, ok, eitthvað internet fyrirtæki, netalbum var nýfarið á hausinn, þannig að, veist, fólk heldur við bara einhverjum vitlýsingar, þið getur ekki búið til tölvuleik á Íslandi og af hverju myndir þú búið til tölvuleik? Þannig að ég myndi kannski horfa á þetta ef þú hefur rosalega ástríðu fyrir eitthvað sem rosalega nýtt, rosalega nördalegt, þá alveg að öllu líkindum eitthvað annað fólk að núti sem hefur svipað og að því þú ert lítið startup á Íslandi þá ert þú tilbúin að byrja þar meðan að stóru fyrirtækin ekki tilbúin að byrja þar. Þannig að ég myndi reyna að leita af einhverju skrýtnu, óvinsælu, nördalegu, illaliktandi, það sem enginn vill vera og það svolítið svona, sko, ég náttúrulega búin að vera viðlagandi startup menninguna á Íslandi, sko, eins og þið gerir mikið, bara farið með fólk á slöss, sko, þetta það sem þið að keppa við. Þið eru ekki í keppni í krúti, veist, þetta sviðið. Hérna eru 2000 fjárfestar og 15.000 startup og þau eru öll full af finnum og þau eru vangið við klár og þið hafa bara ekki neitt. Veist, finnið bara eitthvað illa lyktandi lítinn stað sem enginn vill vera á, byrjiði þar og komið svo. Það gerðum við. Það var ógeðslega vond lykt á Klapparstíg 28. Bara svona skítu í nördar að borða pizzu. Já, ég loka núna mældagskrá, það eru 2 á mældagskrá, gjör svo vel. Ég ætla bara að byrja að segja takk hérlega fyrir fyrirlesturinn og það svolítið tengt spurningum sem kom inn á undan. Þú talaði mjög mikið að þið að læra alltaf eitthvað nýtt EVE Online og það sem að gerast og bara skilja þetta betur. Já. Svona alveg í byrjun þegar þú tekur við að leiða fyrirtækið. Já. Eitthvað sem að undirbjóð þig til að komast inn í það eða var þetta bara að hoppa beint á den djúpulegina? Nei, þetta var svona rúllandi áfallastreituröskun. Undirbúningur, nei. Ég hitti síðan Hörð í Marel og Jón Sigurðsson í Össuri einhvern tímann í kreppunni, þannig að 2008. Það var svona fyrsta skipti sem að ég eitthvað, já ok, þannig eitthvað fólk sem veit eitthvað, vá, hvað til? Og það var geðveik hjálp í því bara að hitta þá, sko, það var ekkert sem sögðu neitt, það bara að einhvern veginn bara vera í nálæði við fólk sem að hefur eitthvað reynslu af þessu. Þess vegna reyni ég mikið að hitta startup og eitthvað svona, veist, maður segir alls konar hluti og eitthvað svoleiðis, en ég bara veit að það bara einhver sálfræðileg smitun sem bara gerist þegar þú umgengst fólk sem hefur gert eitthvað áður. Og veist, ég bara endalausan tíma fyrir startup á Íslandi, svona því ég hérna, að bara tala við fólk og reyna eitthvað að hjálpa og ég reyni yfirleitt að vera ógeðslega leiðilegur, af því að það engin leiðilegur. Það allir bara að gera, sjáum við litlu startupinn, þeir svo grútileg. Svo kem ég, við veitum, þetta startup Ísland. Já, þetta ömurlegt, það búið að gera þetta áður, farðu heimtíðin og gera þetta betur. Þetta Magga sé þarna, ég er búin að gera þetta nokkuð með hana. Hún verður alltaf betri í hver skipti. Og þannig að nei, það var bara svona 10 ára áfallastreituröskun af Death March að klára þennan tölvuleik. Síðasta. Já, Einar Mendurla heiti ég, Auðnu Tæknitorgi. Bara að segja að ég langar að koma aðeins inn á líftæknina. Það er búið að gera þetta með íslensku hverárurna, með lykt og öllu. Já. En mér langar að spyrja út í það að EVE Online komst á forsíðu Biotechnology. Já. Tímaritsins. Já. Sem að mér fannst alveg magnað. Geturðu sagt frá því? Já, sko. Það hefur oft verið svona einhver leyndur draumur að virkja brain powerið í EVE-spilurum í eitthvað til að leysa raunveruleg vandamál. Sem sagt, EVE virkar þannig að í heiminum búið að dreifa minerals út allan heiminn, síðan þarf fólk að byggja til iðnaðarstórveldi til að finna bestu aðferðina til að framleiða geimskip. Þetta ótrúlega, ef mappar sko, patterninu og vegg, þá þetta ótrúlega skýrt dæmi hvað fólk gott að leysa vandamál í stórum hópum. Mannkynið ógeðslega gott í því. Svona heilt yfir erum mjög vitlaus eins saman, en saman erum við alveg vangið við góð. Og það kemur Flexible Organization at Scale, Sapiens bókin og allt það fyrir rosa vel yfir það. Og mér dreymdi oft getum við ekki fundið eitthvað pattern úr raunveruleikunum, varpaði yfir í vandamál í EVE Online og leystu þar. Svo fundum við þetta fyrirtæki, MMO Science, sem var eitthvað að crowdsourca svona dót og Emmu Lundberg í Svíþjóð
sem átti katalóg af frumu prótein breytingamyndum og við, getum við búið til myndræna framsetningu þar sem við getum nota heilan og ívspilurum til að leysa að finna hvað eru deviant protein formation og hvað eru ekki, svo katalógum við það og allt svoleiðis. Og upp úr þessu var til stórmerkileg stúdía sem endaði á forsíðu Nature sem að, þú skilur örugglega betur en ég, en það að vera á forsíðu Nature það er bara eins monumental og það verður, og við erum ekki biotech fyrirtæki, við erum bara skítum við tölvunördar, ekki einu sinni með hverapartíður. Og síðan tókum við þetta og fengum gögn frá stjörnuskoðunar sjónaugum. Þannig að núna erum við að láta ívspilar að finna plánetur í heiminum. Heitir Project Discovery, líka þetta með próteinin. Þannig að núna eru 100.000 ívspilara búin að klassifæja frumgögn úr sjónaugum út allan heim. Það sem að þeir finna hvað sólin hristist mikið og hvað er mikið occlusion pattern en plánetan fer fyrir. Og það er rosa gaman að spila þetta, til að bara prófa yfirland bara til að gera þetta. Og það er hægt að finna plánetur. Og ívspilarar kláruðu öll gögnin á held í 3 vikum og vísindamenni voru með þetta, hvað er að gerast, hvað er í gangi hérna? Og það bara þegar við borguðum þeim gamepeninga fyrir að finna plánetur, þá bara unlockuðum við bara bara brain powerið af 100.000 manna til að finna líf á öðrum hnöttum eða aðra lífvænlega hnetti. Og þetta er bara að gerast núna og það verða vonandi fréttir þetta árinu, þar sem við bara endum, ég veit ekki á forsíðu hvers, en ég veit ekki hvað er forsíðan þar sem maður finnur nýjar plánetur. Aftur, Elon Musk að fara þangað, ég veit að það er kannski ekki alveg eins merkilegt, en við erum bara hérna á Íslandi, það er bara alveg nógu gott. Frábært. Kæra þakkir fyrir einstaklega skemmtilegt erindi og svör við spurningum og umræður. Bara hlökkum til að fá því í Vísnagarðan og gangi ykkur mjög vel og hvað er hátíðin í næstu viku? Já, nú erum við búin að breyta hátíðinni núna út allan heim og hún er næst í Amsterdam í apríl. Þetta er bara æðislega spennandi og ég þakka ykkur líka kærlega fyrir komuna. Það er boðið upp á veitingar hérna, svona léttar veitingar hér fyrir framann. Næsta erindi verður tilkynnt sérstaklega í þessari röð, nýsköpun, hagnýtum höfuðið og þá ætlum við að líka veita hagnýtingarverðlaun Háskóla Íslands. Það verður mjög spennandi, en innilega þakkir og þakkir sérstaklega til þín.